Maður þarf ekkert að spyrja hvernig þér líður, þú ert búinn að ganga í gegnum þetta allt saman áður. Já, ég man nú ekki hvort, mér finnst kannski bara 10 ára svona eldri, en ég man nú ekki eftir svona leik samt. Þetta var rosalegt og hann var í járnum allan leikinn, sem sagt, og ég meina, það er ekki að byggja meira þegar maður fyrir handboltaleik, heldur svona leik. Varstu orðin pirruð út í sóknarleikinu til lokinn? Nei, ég var ekki orðin pirruð, ég var bara orðin ein taugahrúga, ég segir alveg svo þér. Ég trúði ekki að við ætluðum að fara að klúðra þessu eftir allt sem við erum búin að leggja á okkur og við erum búin að vera svolítið óstabílar í þessu einvíi og ég er glöð við ákváðum að stíga upp núna þegar á þurfti og það er það sem þetta snýst um, að skila inn 3 sigurum og komast í úrslitin. Þú ert að verja á rosalega mikilvægum augnablikum. Varstu svona nokkurn veginn í jafnvægi allan tímann? Mér fannst ég sveiflast bara eins og allt liðið, svona upp og niður eftir hvernig leikurinn var og ég var ekki, í andlegu jafnvægi, þetta fyrir það. Nei, ég er það sjálfnað og alls ekki þessu leik. En Kolla var náttúrulega líka að verja eins og berserkur og hún á hróskýli fyrir, ég meina hún hélt þeim inn í þessu í lokinn og það var ekki endilega það að við varum að skjóta illa, hún var bara að verja svakalega vel. Þið eruð í, fannst manni svolítið slæmum málum 59 mínútu, þið eruð margir færri, margir undir. Gríðarlegu karakter að ná þessi framlengingu. Já, og ég er rosa glöð að við fengum svona leik og þurftum held ég svolítið svona spark í rassinn að ef við ætlum að detta niður á hælana þá gerist allt þetta sem þið sjáuð og við þurfum alltaf að vera 100% og ég er ekki að segja það, við vorum vannmættir að síðast sem var inn í myndinni og ég held að meira verið hræðsla að klúðra þessu og því okkur fannst við hafa þetta á tímabili. En örvænting á 59. mínútu, það lýsir því svolítið vel og ég er glöð að við náðum að stíga út af því og klára þetta eins. Þetta er ekki búið, næsta verkefni Stjarnan. Það er Stjarnan? Já. Já, ok, ég vissi það ekki. Kom það á óvart? Nei, í rauninni ekki. Það er búið að vera svona svipað, fór í 8 leik eins og okkar einvígi og það gat í rauninni hvort liðið sem er skilaði þessu og það hefur greinilega verið reynslan í Garðabænum sem skilaði þar. Þannig að þetta verða 2 reynsluboltalið með unga í bland. Já, og 2 bestu markverðir landsins. Já, minnsta kosti Flóra, hún er alveg svakalega góð og við þurfum aðeins að kíkja yfir hvernig við erum að stúrta markið og fyrir þetta einvígi og reyna að finna út í hvernig við getum verið aðeins slakar í því og halda okkar varnarleik áfram og þá eigum við stóran sens í þetta. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.